Komið sæl og velkomin í fyrsta þáttinn á Mólum. Í Mólum ætlum við að færa ykkur fréttamóla, menningarmóla, íþróttamóla, kannski konfektmóla ef þau eru stillt. Við ætlum að færa ykkur fréttir úr héraði og í fyrsta þætti ætlum við að heilsa upp á Bjarna Guðmann Jónsson, körfuknattleiksmann sem hefur verið að gera frábæra hluti með Skallagrími í vetur. En það eru breytingar í vændum hjá drengnum. Við kíktum líka á bifhjóla- og fornbílasýninguna í Brákari síðustu helgi. Við ætlum að skoða það með sérfræðingum. En við ætlum að byrja í grunnskólanum í Borgarnesi. Þar standa nú yfir miklar framkvæmdir, breytingar á húsnæði skólans. Og Júlía Guðjónsdóttir ætlar að segja okkur allt um þetta verkefni. Við erum stödd hérna í grunnskólanum í Borgarnesi og hér eru töluverðar breytingar í gangi. Það má segja langþráðar breytingar í fullum gangi. Algjörlega. Og kannski byrjaði þegar ég kom inn, bara manni líður rosa vel að vera hérna í þessu rými. Hvernig líður þið með þetta? Mér líður rosalega vel og svo líka annað sem bara þótt að það sé svona mikið ryk og ógeð, þú veist, þá finnur samt að loftgæðin eru allt önnur heldur en voru. Já. Þú veist, það er einhvern veginn svo bjart og það er einhvern veginn búið að hugsa ótrúlega mikið út í hljóðvestin og allt. Já. Þannig að mann líður rosalega vel hérna inni. Nákvæmlega, jafnvel þó þessi tómt. Algjörlega, þó þessi tómt og allt í ryki og allir að vinna og allt í góðu, sko. Það er bjart, það er opið, hátt til lofts. Já, og vítt til veggja. Vítt til veggja. Þetta var ekki svona. Nei, það var ekki svona. Heyrðu, þetta er búið að vera pínlítið strembið í vetur. Já. Hvernig hefur gengið svona að skipuleggja skólastarf með allar þessar framkvæmdir í gangi? Sko, í rauninni þá hefur þetta gengið lyginni líkast. Við náttúrulega vissum svolítið hvað vorum að fara út í og eins og síðastliðið haust, síðastliðið vor, þá lögðum við bara svolítið grunninn að þessu og allt starfsfólki var bara svolítið með í ráðum hvar við gátum púslað okkur niður og hvernig við gátum fundið í rauninni flöt á þessu. Þú veist, þetta er náttúrulega hjá sumum þetta, máli segja óboðlegar aðstæður, en kannski allt í lagi að því að við sjáum gulrótina. Skilur, það eru allir tilbúnir og það er ótrúlega, allt starfsfólki er svo lausna með að finna leiðir og krakkarnir líka, það verður ekkert barn kvartað, ekki neitt. Það er gott? Það er gott og við verðum að setja stærsta árganginn, þú veist, það var í rauninni eina sem er mjög leiðilegt. Við þurfum að setja stærsta árganginn okkar út úr húsi sem er í mjólkursamleginu. Það eru 43 krakkar. Þeim líður alveg vel þarna. En hins vegar er þetta ákveðin fjarlægð, þetta er ákveðin flækjustig og líka flækjustig fyrir kennarana. Þau ná ekki að koma hérna upp eftir í, þú veist, kaffitímunum sínum og, þú veist, og stuðningsfulltrúarnir líka. Þetta er svona pínu flækjustig, en þetta er að vera búið. Já. Það eru bara 3 vikur eftir. Og við horfum fram á betri tíma. Algjörlega. En segðu okkur næst, hverju verið að breyta? Hvað er verið að taka í gegn? Ég veit að það hefur búið að byggja núna þessa álmu hér, en það er eitthvað meira í gangi. Já. Þetta eru sem sagt framkvæmdir, þetta eru svona 800 fermetrar sem verður að bæta við. Það er að koma matsalur og salur. Til dæmis var gerð bráðabirgðasamningu við Hótel Borgarnes á sínum tíma. Þau samt sátu með okkur í bráðabirgðasamningi í 18 ár. Þú veist, mötuneyti er búið að vera í 18 ár þarna. Þannig að þú veist, við erum að fá mötuneyti sem skiptir bara ótrúlega miklu máli. Að geta boðið krökkunum á heitamáltíðina, hafa kannski svolítið þetta að segja hvernig við viljum sjá mötuneyti okkar og vera bara pínum með puttana á púlsinu þar. Og svo er að koma salur. Þú veist, það skiptir líka ótrúlega miklu máli på allt skólastarfi. Þú veist, krakkar eru kannski að koma að vera með kannski bara leikrit eða eitthvað og þau getið allar sýnt neinum þetta. Vegna þess að, þú veist, það verið að tróða þau inn í stofu, jú, geta kannski sýnt foreldrunum að treður þessu inn í stofuna, en bara að koma einhverjar einhverjar að koma og syngja eða eitthvað, þá þarftu bara að velja bekki af því að það komast ekkert allir á miðrýmin. Í staðan fyrir að geta bara boðið öllum skólanum að njóta eða samsöng á sal. Þú veist, mér fannst það ótrúlega sniðug hugmynd þegar ég byrjaði, já, það er rosa gaman að syngja í desember, byrja síðustu vikuna alltaf að syngja saman jólalög. Þú veist, það var alltaf bara að hlegja að mér, já, hvað ætlar þú að gera það? Þú veist, alls konar svona. Þetta hefur verið í gegnum tíðina, frá því ég kom hingað, það hefur verið náttúrulega jólaskemmtun í Íþróttahúsinu, árshátíð í Menntaskólanum. Sjáðu þið fram á að það breytist? Algjörlega. Sérstaklega eins og allan skólasetningin og skólaslitin geta verið og, þú veist, og hérna litlu jólin og þetta sem er í Íþróttahúsinu. Þetta kemur allt inn. Kannski bara árshátíðin líka. Svo er samt líka kannski ákveðin skemmtun að hafa eða ákveðin tilbreyting eða ákveðin hátíðljómi eitthvað að hafa þetta í Menntaskólanum og það er kannski bara allt í lagi. Við erum ekki búin að taka ákvörðun um það. En ég veit að skólasetningin verður hérna
í haust. Það er búið að ákveða það. Það er búið að ákveða það. Glæsilegt. Og þú veist, þetta minna og litlu jólin og ég þarf bara aðeins að, maður þarf alveg já, ég held að maður þarf bara aðeins að hugsa þetta með ásatíðina, hvort að þetta sé möguleiki. Vonandi bara. Við erum að, þið verður að koma að því, við erum að safna okkur fyrir flígli, sem heitir flígil. Við viljum fá flígil. Ég var ekki íslensku kennari. Nei, ég var ekki kennari. Safna okkur fyrir flígli. Já, ég held að sé rétt. Já, við erum semst, ég er að reyna að segja við Lions og hinn og þessu, við okkur langar svo að fá flígil á sviðið. Það væri glæsilegt. Það væri náttúrulega æðislegt. Við þurfum að safna því. Þannig að ég er að koma svo út í kosmosi. Glæsilegt, því ég hér með koma á. Já, takk. En þá að gera meira heldur en að byggja þessi viku, þá að taka í gegn eitthvað sko, fleira. Þessi vetur er kannski var svolítið erfiðastur á því leitinu að við þurftum að vera út úr húsi. Við gátum ekki verið með alla innanborðs. En þetta er næsti vetur líka. Sko, fyrir jól verður þetta bara allt í lagi. Þá er tekin sem sagt gamla íbúðin og skrifstofurnar sem aðstoðarskólastjóri og skólastjóri eru þar og kaffistofa starfsfólks. Það verður tekið næsta vetur, eða semst fram á jólum. Eftir jól fer bókasafn og allt sem er á þeim vegg, náttúrufræðistofan og allt það og vinnuherbergi kennara þá og öll neðri hæðin á sama stað. Það sem að heimilisfræðistofan er núna og Klettur var, það fer allt út eftir áramót. Og það eru nokkur stofur, þannig að það verður bara den tíð, den sorg. Við finnum út úr því í október, hvað við komum okkur fyrir og hvernig við leysum það. En þannig að þetta er næsti vetur undir. Þannig að 2020, þá erum við bara að setja nýjan skóla. Já, verklok er áætluð á öllu saman 2020. Já. Og það er meira þess að hugmynd að skýra skólan eitthvað annað. En það var, ef það verður, sumir vilja láta hann bara heita grunnskólinn í Borgarnesi og það er þá bara vinningsnafnið. Það getur vel verið, það getur líka verið, Brákarskóli eða eitthvað svona skemmtilegt. En þá verður nýr skóli í rauninni settur haustið 2020. Þá er allt tilbúið. Þannig að það verður mjög gaman. Og hvernig verður, eftir alla breytingar, verður stækkar skólinn í nemendafjölda? Verður hægt að taka á móti fleirum? Já, ég held við getum alveg tekið á móti nemendum núna, sko. Ég held að við séum ekki alveg þar, sko. En nei, í rauninni stækkar en ekki þannig sem, ekki hvað var það nemendafjölda, nema bara við fengum stækkuna sem er í rauninni mötuneyti og salurinn. Svo var þetta bara svolítið svona og reyndlega þetta svæði sem við stöndum á, það er nýtt líka. En svo er hann líka bara svona endurskipulegur, eins og til dæmis það sem að bókasafn er og þar, það sem verður gert. Þetta verður brotið og gert, bara gler og opnaður og gluggarnir verða eins þar. Það verður miklu bjartari, hann er svo dimmur. Já, það er svolítið verið svona endurskipulega, endurbætur. Já, það er verið að mæta nútíma þörfum meira eins og með mötuneytin. Það er ekki kannski verið að auka nemendarými. Nei, það er ekki þannilega, sko. En auðvitað þetta aukir nemendarými og jú, ég held að koma alveg, ég veit það ekki alveg. En þetta verður gaman, það er gaman, sérstaklega gaman að sjá þegar eins og segir að allt verður komið, mötuneytið inn í hús og salur og hvernig nýtingi verður á þessu. Strákarnir voru nú að tala hérna félagar mínir að það verður líka tilvalið kannski að nýta eitthvað á sumrin. Okkur datt í hug hérna þegar við vorum á leik, fótboltaleik daginn að hafa eitthvað stúku vera kannski með svona heiðurstúku hérna. Nákvæmlega. Okkur datt í hug eitthvað eins og steðjastúka eða eitthvað svoleiðis. Steðjastúka mitt, að menn getur staðið hér og horft á leiki. Ég fékk veður af því daginn, það var einn sem benti mér á þetta. Er búið að taka þetta fyrir? Það er búið að taka þetta fyrir. Og búið að afgreiða þetta? Já, búið að afgreiða. Nei, mér líst ótrúlega vel á það. Það er hægt að gera. Og ég meina, svo til dæmis eins og salurinn. Ég meina til dæmis bara eins og það eru fermingarveislur hérna út um allt. Fólk er að keppast við að ná ákveðnum sölum. Það er ekki það mikið margir eðlilega. Hérna er bara komin ein viðbót líka. Já, stórglæsilegt. Og stórkostlegt útsýni hérna. Stórkostlegt. Alveg stórkostlegt. Stórkostlegt útsýni. Það verður rosalega gaman að sjá þegar þetta verður allt búið. Já, þetta verður æðislegt. Og líka bara eins og núna fyrir krakkana getur bara verið einn og hort út um gluggann. En ekki... Hann var að segja við mig, ég var að segja hérna, svo fyndi ég spurði Eirík sem er að smíða þetta, hvernig þeim datt í hug að hafa ekki stóra glugga á bókasafninu og náttúrufræðistofunni. Af hverju sést ekki út með þetta magna útsýni. En þá var tíðarandinn sá að nemendur áttu bara ekki vera að góna út um gluggann, þau áttu bara að vera að góna á bókina. Já. En nú er þetta breytt. Það er breytt. Það er breytt. Tímarnir breytast og mennirnir með. Tímarnir breytast og mennirnir með. Og húsnæði líka. Já. Bara gangi ykkur rosalega vel með þetta. Og til lukku með það sem er í vændum. Takk.
Ég hlakka til að koma og sjá nýjan og endurbættan nútímaskóla. Æðislegt og það bara allt nýtt hérna og þetta verður æði. Gangi ykkur vel. Takk. Bjarni Guðmann Jónsson ætti að vera flestum borgnesingum að góðu kunnur. En þessi tæplega 20 drengur hefur undanfarið látið heldur betur til sín taka á körfuboltavellinum og hefur spilað lykil hlutverk með meistaraflokki Skallagríms í vetur. Bjarni hefur hlotið mikið lof fyrir frammistöðu sína í deild þeirra bestu og ekki þarf að fylgjast með lengi til að átta sig á því að þarna fer metnaðarfullur leikmaður sem ætlar sér alla leið. Næsta haust munu verða stór tímamót hjá leikmanninum unga en Bjarni hefur ákveðið að freista gæfunar vestanhafs. Já, Bjarni, þú er búin að vera lykilmaður í Skallagrím undanfarið, þrátt fyrir ungan aldur. En næsta haust þá verður smá breyting á hjá þér. Það er kaflaskil í ferlinum. Hvað er að gerast? Ég ætla að fara til Bandaríkjanna, prófa að spila smá körfubolta þar, stunda nám í leiðinni. Það er frekar sniðugt að fá að gera bæði. Og já, spennandi bara. Þetta er Fort Hays State University í Kansas, ekki rétt? Og hvað á að leggja stund á í námi? Það er óákveðið eins og er. Ég fæ 1 ár í ákveð að fyrir bara svona opna braut eða svoleiðis. Fer bara í þessa grunn áfanga og svona svo vel ég bara þegar ég er búinn að finna hvað ég vil læra. Og það eru náttúrulega æfingar alla daga, alla nætur. Já. Þetta snýst aðalega körfubolta. Já, svona, aðalega. Sem með þessi skóli, þekkjum við einhvern frá þessum, einhverja stjörnur sem við getum nefnt? Stjörnur, nei, ég veit það ekki, en við vorum með leikmann innan síðasta vetur. Hann Dom, króatískan leikmann, hann var hann í skóla. Og honum fannst, hann leið mjög vel hann og hann skipti úr öðrum skóla og leið miklu betur í þessum, segir hann, allavega. Veistu einhverjir Íslendingar sem hafa farið þarna áður? Nei, það er held ég. Kannski einhverjir bara í skóla en ekki íþróttamenn allavega. Ég hef bara ekki hugmynd um það. Það var allavega enginn farið héðan að spila körfubolta í Bandaríkjunum. Ekki Nesinu fara? Ekki Nesinu, nei. Fyrstur í því? Jú, hann Valur. Valur, hann hefur farið, hann er í Flórída núna. Og hann er búinn að vera þar í 3 ára eða eitthvað. Hann var hérna yngri flokkum. Ok. Þú ert búinn að vera líka undanfarið fastamaður í landsliðinu. Já. Yngri landsliðum. Já, yngri landsliðum, já. Yngri landsliðum. Verður það sett á bið á meðan eða hvernig heldur það? Já, nú bara eitt sumar eftir, núna næsta sumar. Ég klára það bara og svo reynir maður, þegar maður er búinn í þessu, þá reynir maður að komast í A-landsliði. Það er bara markmið. Það er alvöru markmið. Já. Hérna, hvernig byrjaði í sportinu? Varst alltaf í körfu? Varst í frjálsum? Ég var alltaf verið í körfu. Ég byrjaði 6 ára í körfu eða eitthvað. Var nú alveg fullt af íþróttum með. Badminton og fótbolta og svona. En ég var nú aldrei góður í körfu fyrir en bara fyrir 3-4 árum eða eitthvað. Ég var bara alltaf með, leika mér eitthvað. En körfubolti endaði að vera íþróttin sem ég valdi. Það er ekki hægt að vera í ómörgum íþróttum, þá nærir maður ekki neinum árangri. Nei, maður var einbeitt sér. Þú ert svona late bloomer. Já, það má segja það. Það er fallegt. En hvernig nær maður árangri? Mataræði, svefn, ekki stelpustans, hvernig? Það er bara að blanda öllu og það er hugarástand. Þetta er aðalega bara hugarástand. Halda áfram að æfa sig og gera það sem maður langar að gera og gera það krafti og þá ættir maður að ná þessu, sko. Hugarástand og einmitt, margir sem tala um það þarf að hafa haus í svona. Já. Það er ekki nóg að hafa kjötið. Nei. Ertu með hausinn? Já, einhverju leyti. Það hlýtur að vera einhverju. Hérna, svo kemur heim 2024 og tekur, titil með sköllunum? Já, það er planið. En það er ekki planið? Jú, ég held það. Ef ekki sættast á það núna? Jú, það hljómar nokkuð vel. Já, ég ber þetta upp á það þegar þú kemur heim. Gangi þér sem allra best. Takk fyrir það.
Í hugum flestra Borgarnes eflaust einhvers konar miðstöð samgangna og fólksflutninga á Norður- og Vesturlandi. Það er kannski ekkert skrítið að í þessum þó litla bæ megi finna 2 félög áhugafólks rafknúin ökutæki. En það eru Raftar bifhjólaklúbbur og hinn síungi og upprennandi fornbílaklúbbur Borgarfjarðar. En nú helgina stendur mikið til hjá þessum hópum. Þeir standa fyrir bifhjóla- og fornbílasýningunni 2019. En hvaða hátíð er þetta sem búið að halda hér nú í 17. sinn? Við ætlum að komast að söguna á bak við hátíðina og að tala við Unnar Bjartmar. Jæja Unnar, þú ert sýningarstjórinn í ár. Í ár, já. Hvernig er hátíðin sett upp í ár? Er haugur af mannskap á bak við þetta? Það eru báðir klúbbar alveg á fullu. Það er alltaf, hvað við séum, ekki 5 úr hvorum klubbi eitthvað svoleiðis sem svona undirbýr þetta. Og svo hófum við í bara rest eins og þar. Og við byrjuðum sko bara strax áramót, eftir áramót og fara að hringja í umboð og reyna að krækja þau sem fyrst og finna sko gestaklúbba til að koma, Cadillac-klúbbin hérna niðri og fornhjóla eða gömlu toffurhjólin til að vera uppi hjá okkur. Við svona reyndum að skipta því svolítið að fornbílaklúbburinn sér sem sagt sinn gestaklúbb og við okkar. Eins og við erum búin að taka í, eins og hitti fyrir vorum við með Hilmar Lúthersson gamla sem að hérna var með hjól þetta frá 37 til 46 minnum mig og Hjört Jónasar í fyrra sem er mótorhjól frá 65 til 73 og svo í ár er þetta toffurhjól frá 71 til 86 þannig að þá er svona sagan komin. Og svo er þetta bara, já, reyna að fá sem fjölbreyttist inn í sýningaraðilina þannig að þetta haldist lifandi svolítið. Já. Og eigið ekki marga vinaklúbba hingað og þangað á landi? Ég sá það var nú aragrú og hjólum í dag. Þetta er ekki allt raftahjól. Nei. Þetta er ekki allt borgfirskir fornbílar sem við sjáum. Ætli sé ekki orðnir sko 80-90 sko mótorhjólaklúbbar á landinu og náttúrulega kemur frá mörgum þeirra hingað og þetta er bara orðin svona fastur liður bara í byrjun sumars og mikið af svona fornbílahópum sem að koma hérna. Það er að heyra hérna einhverjum Ford-klúbbum og Volvo-klúbbum og öllum mögulegu sko. Þannig að þetta er orðið svona, já, búið að skapa sér bara sess sem bara dagur. En þetta er dagur í þessari kreðsu eða þetta, eru margar svona hátíðir á ári eins og þessi? Fyrir fólk sem hefur svona vélablæti? Það er náttúrulega eitt og eitt sko, svona náttúrulega Norður og Akureyri kringum 17. júní og ýmsir klúbbar með hitt og þetta sko. Við erum heppin að við höfum aðgang að heilmiklu húsnæði og eyjunni hérna eins og hún leggur sig eiginlega þannig að kannski auðveldara fyrir okkur heldur en marga aðra sem er að sko leigja húsnæði gagngert sko eins og þetta er mjög erfitt að gera þetta í Reykjavík þar sem að hún þarf kannski að leigja heilmikla skemmur til að geta haldið þetta. Hérna getum við nýtt bara þá aðstöðu sem við höfum og riggum þessu upp. Líka örugglega ekkert gaman að vera til dæmis í mótorhjólaklúbbi í Reykjavík og fara á sýningu í Hafnarfirði. Það er skemmtilegra að rúnda upp í því. Það er alltaf skemmtilegast að hjóla svolítið langt sko. Þetta er svona hæfilegt á lögati. Ég veit ekki hvort öllum hefur fundist hæfilegt í morgun í snjókomu og... Nei. En nei, þetta er fínn rúndur. Og líka við erum alltaf heppin með veður þó að það sé kannski aðeins kalt í dag en Já. það er allavega þurrt. Bjart og fallegt. Já. Og hvernig fer svona dagur fram? Hann byrjar hátíðin byrjaði 2, þannig líkur klukkan... Hátíðin byrjaði klukkan 1 og verði 5 og við vorum mættið hérna klukkan 8 í morgun já, reyndar fórum þetta heim miðnætti í gær. En í morgun þá var farið að gangi það að tæma alveg út síðustu bílana og raða upp borðum og gera klárt fyrir umboðin og taka á móti þeim svona koma flest svona 10:30. Þannig að það er allt klárt klukkan 12. Og þó að það sé auglýst klukkan 1 þá er bara komið hellingur af fólki klukkan 12 og svona, jú, er yfirleitt bara gott rennir fram yfir 4. Það hefur jafnast, þetta kom allt klukkan 1 hérna einu sinni og farið klukkan 3, en nú er þetta farið að vera miklu dreifðari við daginn, sko. Og svo eru sýningarnefndin, er hún svo ekki trítuð í kvöld? Fáðu ekki eitthvað gott? Jú, það er grill og kókumjólk. Já, það er svona baksviðs hérna uppgjör í kvöld. Já.
Þið það skilið. Forréttur núna hérna fiskisúpa frá Kela í Langholti. Já, það er ekki verra. Það er smakk og gott. Herðu, verðið þeirra góðu. Takk fyrir mig og okkur. Og láttu fara vel með í kvöld. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Þegar skoða á Ford-bíla, eins og önnur listaverk, þá er gott að hafa sérfræðing sér við hlið. Við fengum því Benedikt Gunnar Lárusson og Kristján Andrisson til að fræða okkur aðeins. Já, strákar, ég veit svo lítið um bíla. Það sem ég sé eru bara gamli bílar, alls konar á litinn, gömul og ný númer. Hvað er merkilegt við þetta? Já, það er nú málið. Það er merkilegt við svona gamla bílar. Þetta er klikkun, sko. Já. Dreigum hann aftur til fortíðar. Já. Og eru einhverjir, Þegar það var gaman. Er þetta einhverjir mismunandi aldursflokkar sem eru með hérna? Hvað eru svona bílar, hvað eru gamli bílar hérna? Það er frá 1927 og svona, það miðað við þessi 25 ára gamlið. Það var þá hóttabíll. Já. Þannig að rafmagnsbílar, það er ekki rafmagnsbílar hérna á þessu sýningu? Það er reyndar, jú. Það er reyndar Það er eitt Cadillac inni sem er tvinnbíl. Var hann orginal tvinnbíl þá eða? Já, það er ekki Ford-bíl, sko. Það er bara því að Cadillac-klúbburinn er gestaklúbbur núna í dag. En hvað svona, ef við lítum yfir sviði hérna, hér eru nokkri bílar úr Ford-bílafélaginu, hér eru líka nokkri gestir. Hvað er svona, ef ég ætti að skoða 3 bíla, hvað er merkilegast? Já, hvað er merkilegast? Það er nú bara eftir áhugasviðinu. Svona uppáhaldið ykkar. Ekki ykkar bílar. Nei, uppáhaldsbílar mínir eru þessi jeppar, sko, en hérna, Gunni er annars það. Já, ég er náttúrulega meira í kraftabílunum, en það er náttúrulega Sofían hana, hún er svolítið merkileg svona í okkar augum. Hvernig er það kraftabíl? Nei, hópferðarbílinn hérna, rauði. Já, það eru líka rútur. Það eru líka rútur, við erum með hérna DKF, sem er sennilega eini svoleiðis bílinn á landinu, 50. Fyrir okkur vitleysingarna, hvað er það? Það forveri Audisins. Já. Það sjónvarpsupptaka hérna, ekki? Í góðu. Hefur þið mynd? Já, DKF, það er þessi grái, ég held ég að sé hann. Það er þessi grái þarna. Hann er skemmtileg, hann er með Audi-merki svona eitthvað vísið hérna Auto Union. Já. Svo sá ég nú eitt sem ég kannaðist við úr Gervahverfinu. Sjúkrabíllinn gæði. Já, reyndar ekki. Er þetta ekki hann? Nei, þessi þarna sjúkrabíll. Já. Nei, hann var reyndar í annarri bíómynd. Hérna í Takti tímann sem var framhald með allt á hreinu. Það var að nota sem líkbíl þar þessi. Já. Það var útvarað þjónustan undir Grænni torfu. Já. Smekklegt nafn. Smekklegt. En svo er ekki nú öfun hérna í Rolls Royce, er það ekki bara... Jó. Þetta er ekki Ford-bíl, þetta er bara gangfært og... Jú, þetta er náttúrulega Ford-bíl, ég held að hann sé 64 módel. 64 módel? Þetta er ekki nýtt. Þetta eru tímalausi bílar? Já, þetta er algjörlega tímalaust. Það er kannski á við alla bílana hérna, þetta er alveg tímalaust. Já, ef ég ætti að kaupa mér einn Ford-bíl, bara svona til að nota á sunnudögum og sunnudaginn fyrsta, svona fjölskyldubíl, hvað er? Hérna einn. Citroën? Citroën, Já, hvað heldur þið þetta að gefa fyrir svona bíl? Í þessu standi? Þetta er einhverja milljónir. Þetta er einhverja milljónir? Já, það er ódýrara að kaupa sér bara Aygo. Já, það er ódýrara. Afstætt alveg hvað þetta kostar, sko. Þessi bílar, það er svona... Það er eiginlega bara hvað þú vilt borga. Þetta er spurningum það. Hérna, ef maður gerir upp svona bíl, hvar fær maður varahluti í 30 módel af einhverjum bíl? Það er til dæmis, ef þú ert með amerískan bíl, þá er margt framleitt í þá. Þannig að þetta er mjög auðvelt þannig lagað, sko. Það er ekki nema að bílinn sé mjög sérstakur sem þá er kannski ekkert til í hann. Þá bara smíða? Þá bara smíða. Er ekki þetta prent þetta bara? Já, það fæðar bara. En japansku bílarna færið ekki því. Það er erfiðara. Mjög erfiðara, japansku bílar. Amerísku, þeir standa sig? Já, þeir standa sig best. Er þetta vinsælt hobby á Íslandi? Eða Ford-bíl?
Það er orðið það, ég myndi segja það. Það er Alltaf að alveg aukast. ótrúlega mikið til. Hvað eru stórt safnið hérna í Borgarnesi? Hvað eru mikið af bílum hér? Við vorum með yfir 90 bíla í húsi, veitur. Það eru glæsilegt. Takk fyrir þetta skemmtilega sérfræðihótt. Takk fyrir Þú voru eitthvað svísæk. Fáir þekkja sögu Rafta betur en Kristberg Jónsson, en hann hefur verið meðlimur frá upphafi. Við fengum hann til að fara aðeins með okkur yfir sögu klúbbsins og sýningarinnar. Jæja, Kibbi, hérna erum við í hreiðri Rafta. Já, hérna er, við getum ekki kallað þetta mennskeifa þegar við erum með konur líka í klúbbnum. Það eru konur líka. Já. Hvað er þetta gamalt klúbbur? 2001 var það stofnaður, ef ég mann rétt. Já, ég held það, já, ekki alveg, en 2001. 2000. Já. Og þessi sýning, hver er saga þessara sýningar? Það var bara ákveðið að því að var aldrei neitt að vera hérna sumardaginn fyrsta, þá bara var ákveðið að fyrir 17 árum að byrja á þessu og að gera eitthvað á sumardaginn fyrsta sem við vorum með í 6 ár held ég, alltaf á sumardaginn fyrsta. Svo var það svona í það fyrsta sko, bara upp á veður og vetur, þannig að þá færðum við þetta fram í maí, síðan höfum við alltaf verið á þessum tíma. Og þetta er 17. skiptið og alltaf bara, þetta er hann magnað eins og í dag. Þetta er bara, já, það átti engin von á þessu. Nei. Ekki svona með að hvernig veðrið var í morgun. Og mikið af gestum komið, það er mikil umferð hérna undir fjalli af hjólum á þessum degi. Hvernig hefur sýningin breyst eitthvað í gegnum árin? Já, náttúrulega frá því ég var fyrst, og svo náttúrulega fórum við í samstarf með Fórbílafélaginu í þetta og þá náttúrulega breyttist þetta og var svona viða meira. Þetta er orðin svona sölu sem maður sér alls konar græjur út í skemmu hérna, það Já, er verið báta og hjól og... Já, við höfum verið að fá ýmsum fyrirtæki til að vera svona, til að víkka þetta enn meira út. Og svo Fórbílafélagi verið með gestaklúba og við eins og hérna með gestaklúb í dag og eins og við erum alltaf með eitthvað hérna. Þannig að þetta er bara, og það sem magnaði þetta helviti, það er eins og við séð í dag, sko, þú veist, fólksfjöldin, þetta er glæsilegt. Þetta er æðislegt. Og flott fólkstíð, sko, það fyrsta sem manni dettur í hug þegar maður heyrir mótorhjólaklúbbur, það eru kannski ekki betri borgararnir, en þetta eru bara myndarlegasta fjölskyldufólk og á öllum aldri kallar og konur. Þetta er svona mýta, sumi vilja hafa þetta svona, vera töffarar og gera sér breiða, en við erum ekkert í þeirri til. Nei. Við erum þessi mjúku menn. Betri borgarar? Ég veit það ekki, jú, við erum ágætisborgarar, kannski við erum ekkert betri en aðrir en hérna. En þessi aðstæða sem við erum hérna, hún er skemmtileg. Hvað eru búin að vera lengi hér? Ekki vera að spyrja mig ártöl. Við erum búin að vera hérna í, þetta sé ekki fjórða árið sem við erum hérna, 3. eða 4. árið. Við fengum þetta hjá Borgarbyggð og hefur verið að svona bæta þetta og reyna að laga þetta og er töluvert eftir ennþá. En þetta góðir hluti gerast hægt. Er mikið félagslíf í kringum Raftana? Gerið þið mikið? Já, við reynum það. Við erum alltaf með, allt árið erum við alltaf með 2 fundi í mánuði, sko. 1. og 3. mánudag hvers mánuðar, sko. Við höldum því bara alltaf. Já, og svona kannski breytum við því á sumrin yfir í hjólaferðir, staðinn fyrir að funda, sko. Á veturna eru svona fræðslufundir olíublöndu og... Nei, bara við komum við saman og leikum okkur og gerum eitthvað. Reynum að halda þessu lifandi. Svona, þú veist, eins og félagsamtök eru, stundum er þetta upp og stundum niður, en við reynum alltaf að halda þessu gangandi með þessum fundum, sko, yfir veturinn. Þetta er glæsilegt. Já, þetta er það. Þetta er líka æðislegur hópur. Já. En þessi sýning er ekki að fara að hætta, hún verður áfram. Þetta er árlegt núna bara. Já, ég meina við erum búin að vera í 17 ár. Ég sé svo sem enga ástæða fyrir því að hætta. Nei. Ekki meða við, þú veist hvað þetta er orðið vinsælt eins og þú sér þá á samkomunni. Þetta er bara æðislegt. Þetta er glæsilegt. Bara kæra þakkir og fyrir eitthvað framlag til menningar í Borgarbyggð. Menningarforstular. Megið þið halda þessu góða starfi áfram ókomna tíð. Já. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir mig. Jæja, þá er þessi heimsókn okkar í Fórbíla og bifhjólasýningunni í Borgarnesi lokið í ár. Þetta var stórskemmtilegt. Við þökkum fyrir okkur. Verið þið sæl.
Jæja, það er ekki fleiri mólar í þættinum í dag. Við þökkum kærlega þeim sem horfðu. Hlökkum til að sjá ykkur í næsta þætti. Verið þið sæl.